Velkomin í þáttinn Eldum íslenskt. Í þessum þætti ætlum við aðeins að kanna hangikjöt. Það eru mjög skiptar skoðanir á hangikjöti. Sumir vilja taðreykt, aðrir birkireykt, sumir léttsaltað. En núna ætlum við aðeins að fara á Fossnes og smakka sauðahangikjöt og kynnast aðeins verkuninni á bak við kjötið. Núna erum við komin til Sigrúnar Bjarnadóttur á Fossnesi og við ætlum að fara á fræðast aðeins hangikjöt og beint frá bíli sem skemmtilegt verkefni. Hvað segirðu? Þú ert hérna með ansi ljúffengan lærisvöðva hérna. Já, þetta sauðalæri, reykt og heitreykt og vel reykt, alveg inn að beini og svo hangir þetta bara svona framundir jól á köldum stað. Þá kemur svona góð verkun í það. En hvernig er þetta ef þetta er heitreykt? Þarf það ekkert að sjóða þetta mikið eða? Jú, að sjálfsögðu, en við borðum þetta hrátt. Það er svona það er mikið í tísku að hengja þetta bara í hesthúsunum, sérstaklega í bænum, að hafa þetta hengja þetta í hesthúsinu og taka svo væna flís af feitum sauð. Er þetta þá kannski íslenska útgáfan af þessum hálfgerðu parmaskinku sem eru þurrkaðar og? Já, ég er ekki frá því. Þetta er náttúrulega búið að vera í aldanna rás, alltaf reyktur matur. En hvernig virkar þetta beint frá bíli? Að fólk getur nálgast svona vörur? Já, heima á bæjum, þar sem er auglýst beint frá bíli, það er heimasíða sem fólk getur bara farið á og séð bæina sem eru með svona mat. Það er þá sjálfsagt beint frá bíli.is? Já, það er beint frá bíli. Og er þetta náttúrulega, þetta er allt annað bragð fyrir venjulega fólki sem hefur bara smakkað þarna jólahangikjötið? Venjulega, já, þetta er miklu bragð meira, þetta er mjög bragðsterkt kjöt og gott hrátt og svo sem soðið líka, eins og á flatkökunni, þetta er soðið. Verðum ekki að fá að smakka hérna heimalaga flatkökur og... Heimagerða flatkökur og reykt sauðakjöt, soðið, þetta er soðið. Svo er hérna kæfa. Gerðu þetta sjálf það? Já, þetta er bara svona kindakæfa úr lambakjöti og rúgbrauðið góða heima svona sem ég bý til svona. Þetta er svona stærri gerði? Svo setti ég svona ganni smá svona kvannablöð á. Þetta er bara ný blöð, þetta er ótrúlega gott að hafa þetta saman. Þetta er náttúrulega miklu bragðbetra. Það er bragðbetra, já. Þetta er henni, maður finnur fyrir náttúrulega svona reykingunni og gömlu aðferðum. Já. En þú varst alltaf að bjóða upp okkur annað svona svolítið skemmtilegt. Þetta er hérna vodki sem þú ert búinn að setja kvannarót í. Já, það er svo mikið kvannarót hérna í gljúfrinu. Þetta er heilmikið gljúfur hérna við bæinn og mikil kvöln og ég stökk í gljúfrið og náði með í rót og sett hana í vodkan og útbjóð svona að ganni. Og þetta er mjög bragðsterkt og gott vín, frosið. Og við nefndum þetta svona ganni svona Fossleka. Þetta er alveg frábært framtak og það er gaman að sjá að bændurnir eru að svona færast nær neytendunum. Að við getum þá bara sendt ykkur til dæmis e-mail eða mætt á svæðið. Já, alveg bara mikið sjálfsagt Það er bara ekki mikið reyndar eftir af lærum með það. Þetta kemur í haust meira af þessu. Já. Herðu, segðu okkar aðeins frá þessu hornum. Ég sé að það eru númerið og... Já, góði vinur minn sem að á þessu horn og þetta eru náttúrulega hrútshorn. Úr sveitinni? Úr sveitinni, já. Og svo er brennimerktið hans á þessu. Það er 32A8 og vinur hans býr svo til úr þessu græja, tekur hérna úr horninu og setur svo staupið í. Svo varum við ekki bara að segja? Og svo bara skálum við. Skál. Þetta er ótrúlega friskandi. Já, þetta er frosið og kalt og meinholt. Og góð kæfa með. Alveg meinholt. Það kemur vel á vondan að tala hangikjöt því að ég á hverju ári læt ég gelda fyrir mig sauði 3 sem að ég svo árið eftir læt skera niður fyrir mig í hæfilega bita og hluti af því er fyrir reyk og þetta er bara besta kjöt sem er til. Þetta er ótrúlega góður matur og þeir sem eru fyrir lambakjöt, það er bara miklu meira bragð af þessu, þetta er svakalega gott kjöt. Þetta er nú svona minningar mínar hangikjöt, svo reyndar er nú eini viðbót sem að ég man alltaf eftir því þegar ég gekk á Hvannadalshnjúk með pólfaranum
þá sagði hann taktu með þér 2 flatkökur með hangikjöti. Það alveg nóg til að labba Hvannadalshnjúk. Það nægur matur. Ég trúði því ekki. Smurði heilmikið og meðal annars 2 flatkökur með hangikjöti. Þegar ég kom niður að Hvannadalshnjúk kom í ljós að ég hefði bara borðað 2 flatkökur með hangikjöti. Það svona önnur minning. Komið sæl og velkomin í Hússtjórnarskólann í Reykjavík. Í þetta gamla, fallega hús og eldhús svo sannarlega gamalt. Þetta ábyggilegt elsta kennslueldhús á landinu. En hérna í dag ætlum við að vera með svolítið íslenskan mat og svolítið svona þjóðlegt og heimilismat. Og við ætlum að byrja á því að vera með hangikjöt, kartöflur og jafning, gamaldags góðan bara jafning, rauðkál og grænar baunir, alveg ómissandi með hangikjötinu. Og ég byrja á því, ég set pottinn yfir, kveiki undir, set smjör í pottinn. Og uppskriftin sem við erum með hérna, hún miðast við það að við sem að elda fyrir 4. Skerum viðeigandi magn af smjöri, setjum í pottinn. Notum hérna íslenskt smjör, sem mjög gott. Og við erum að passa, eitt sem við erum að passa mjög vel, þegar við erum með smjör, að það brenni ekki. Því að það þolir ekki mikinn hita og olía. Í sumum uppskriftum á jafning bæði pipar og múskat, í öðrum bara pipar. Ég ætla að hafa bæði pipar og múskat. Og þá notum við hvítan pipar og þetta náttúrulega ekki pipar í heimilistærð, þetta svolítið stórt. Og þannig ég ætla nú bara að setja hérna í lóan. Svo ég fann nú ekki með allan staukinn, hálft kíló af pipar í jafningi, það var hann svolítið vera. Hérna yfir múskatkvörn og ætla svo bara að mala smá múskat hérna yfir. Múskatkvarnir eru misjafnlega góðar og við getum líka rifið þetta á rifjárni, það ekkert mál. Nú smjörið orðið bráðið og nú setjum við hveitið út í. Og það yfirleitt jöfn hlutföll af hveiti og smjöri sem fer í svona jafning. Hrærum þessu vel saman og síðan komið að því að setja mjólkin út í. Og ég ætla ekki að mæla mjólkina núna en í uppskriftum við gefið náttúrulega upp rétt magn af mjólk. Og við hellum smávegis af mjólk út í einu, aldrei of mikið í einu. Og látum alltaf hitna og sjóða upp á milli. Því annars vitum við ekkert hver þykktin er. Og passið ykkur öður með teflonpotta að nota tréáhöld eða plastáhöld svo þið skemmið ekki pottana. Og svo bara hrærum við og bætum mjólki hægt og sígandi. Þannig þetta ekki mikið mál að gera jafning. Aðalega passa að brenna ekki við og hræra vel í. Svona lítur þetta út bara eins og einhver kökull eða einhver klessa og við höldum bara áfram. Og bætum mjólki og hrærum í. Þangað til við erum komið hæfilega þykkt. Nú fer þetta líkast jafningi hægt og sígandi og bætum bara aðeins mjólki, þetta má nú ekki verða allt og þykkt. Svo þurfum við að setja sykur í þetta í lokin. Sumir vilja aðeins salt, en þetta fer svolítið eftir því hvað við erum að gera, hvort við ætlum að hafa þetta með hangikjöti eða einhverju kjöti sem bragðlítið, hvort við þurfum salt eða ekki. Því hangikjötið salt. Þetta nú svolítið fallið á fyrir þessu. Því nú á ég þetta skera niður hangikjötið og setja kartöflurnar í pott. Þannig að með það að standa þá þykknar það svolítið. Þannig við skulum aðeins svona, það var kannski ekki alltof þykkan. En jafningur þarf að sjóða aðeins því að hveitið hrátt og það tekur tíma fyrir hveitið að sjóða þetta hráa bragð bara hveitinu. Það svo leiðilegt og bara svo vont. Ég held bara að þetta sé svolítið bara góð þykkt á jafning. Jæja, þá ætlum ég að setja sykurinn í. Það misjafnt gott fólk með mikið sykur í svona jafning. Persónulega vil ég ekki mikinn sykur. Hann stundum svo óhemju sætur að þetta svona, maður fær bara svona klíubragð svona. Og hann glansar á einhverjum sykri. Eitt ef þið búið til jafningi svona fyrirfram og þið eftir að skera niður kjötu og allt saman, þá vill mynda skán ofan á og sem eins og að vera kekkir í jafningnum. Og hérna getið klift
bökunarpappír eða smjörpappír lagt hérna ofan á til þess að loka alveg eða stráð örlítið meiri sykri yfir, loka pottunum og láta standa svoleiðis. Svona. Hérna er ég með hangikjöt sem er búið að sjóða. Hangikjötið setjum við alltaf í kalt vatn, kveikjum undir, láta suðuna koma upp. Suðutíminn fer eftir því hvort þetta er stór rúlla eða lítil rúlla. Það getur verið frá 40-45 mínútum upp í 60. Þetta verðum við alltaf að vega og meta þegar við þurfum að sjóða kjötið. Við látum kjöt aldrei bullsjóða frekar en fisk. Við látum það bara rétt malla því að með því að láta bullsjóða þá þornar maturinn. Þannig að hérna erum við með hangkjöt í þessum potti sem við erum búin að sjóða og ætlum síðan að skera það niður og setja á fat því nú erum við að fara að halda veislu eða fólkið okkar er alltaf komið í mat hjá okkur og erum hérna við bretti. Nú er ég hérna með rautt bretti, þetta er kjötbretti og við nota bæði við soðið kjöt og hrátt kjöt. Betra væri að vera með soðið kjöt á sér bretti. Veru ekki að nota sama brett fyrir hráa kjötið og svona kjötið því að þá er svo mikil hætta á krossmengun. Krossmengun er það, til dæmis varum við kjöt hrátt hérna og varum að vinna á brettinu og til dæmis segjum bara samanlega. Svo sjóðum við það kjöt og það er allt leið með það en samanlega er hérna brettinu. Þrífið það svolítið illa, notum bara tusk og dröslasni við það og komum síðan með svoðið fínt hangkjöt, þá smítum við hangkjötið. Það er sem kallega krossmengun. Hérna nú síðan blessað hangikjötið okkar. Þetta er svolítið lítið rúlla og mikið atriði vera þegin á höndunum, hreinn á höndunum. Þið getið keypt ykkur svona sósur sem þetta spreytt að handfjalla matið mikið. Nú er ég byrjuð að skera niður hangikjötið og þetta er svona lítil og lekkur rúlla og skerum þið svolítið þunna sneiðar og þessi hnífur býtur nú ekki það besta í bænum þannig ég er nú bara svona að skipta hníf. Þetta gengur ekkert mjög vel. Tek hérna gamla hnífinn, þetta er mjög gamall hnífur, en hann er með góðu biti held ég. Við getum haft þynnri sneiða, við getum haft þykkari sneiða, þetta er bara eftir hvað við viljum. Sumir vilja hafa kjötið kalt, aðrir vilja hafa það heitt. Þetta er bara sem hver. Þetta er svona niðurskurður fyrir svangt fólk. Hafa það. Þurfum ekki endilega að skera allt niður. Ég setja svona gamaldags fínt fat. Svona fallega fatið. Það má setja kartöflur með og einhver svona vesinn. Það má líka bara setja meira hangkjöt í það. Og alltaf pössum það alltaf hreint að sé ekki eitthvað svona klístur á og höfum þetta hreint og fín. Og passi að vera alltaf með hreina tuskur. Það er alltaf mikið einhverjum druslu tuskum og skítum tuskum yfirferð hjá fólki. Síðan erum við með grænar baunir. Setjum grænar baunir í skál með. Alveg ómissandi með hangkjöti. Og rauðkál. Þetta er það hérna með. Og svo erum við hérna með kartöflunar. Þær eru tilbúnar hérna og soðnar. Og setjum þær hérna í. Og eigum við ekki að hella bara jafningnum yfir. Ég held það. Þetta er svona þessi klassíski íslenski matur, hangikjöt, jafningur, rauðkál. Og svo hellum við bara hérna jafningnum yfir. Hellum ekki á mikið, við látum ekki flæða út af skálinni. Þannig. Setjum lokið á aftur og svo skulum við setja hérna áhöld í, við passa að bera matinn ekki fram nema sé komin áhöld í hann. Það er þetta komið, hangikjöt, uppstúf, rauðkál, grænar baunir. Ofsalega gott og gjörið svo vel. Nú ætlum við að marinera þetta læri hérna úr ferskri marineringu, það er að segja marineringu úr ferskum kryddjurtum. Það er grundvöllur fyrir góðri marineringu á lambakjöti, það er eiginlega að nota ekki salt.
því að saltið það þurrkar kjötið og dregur úr því safa og lambakjötið má svo sem ekkert við því að verða þurrara. Það ákaflega meyrt, þannig að við þurfum ekki að hugsa að auka meyrnina, en við viljum fá ákveðið bragð af marineringunni inn í kjötið og harmonera saman með kjötinu. Í grunninn þá það sítróna hluta til og olían sem að þá mýkir kjötið aftur. Það mjög gott að nota hluta af berkinum. Passa að það sé ekki of mikið því það gefur ákveðna remmu líka. Fyrir eitt lambalæri ágætt að nota innan við hálfa sítrónu. Passa að sé ekki steinar í henni. Það má vera slatti af basilikum. Við notum rósmarín sem á ákaflega vel við lambakjötið. Púðursykur. Eykur bragðið af því kjöti sem fyrir. Og vinnur á móti sýrunni líka úr sítrónunni. Og þá ekkert eftir nema setja olíuna. Og svo sjálfsögðu hvítlaukinn sem alveg ómissandi þegar lambakjöt annars vegar. Og svo maukum við þetta bara vel saman. Við tökum greinar af rósmarín, setjum það í botninn á góðu fati sem við getum geymt kjötið í. Setjum lærið þar ofan á. Og síðan marineringarleginum komið fyrir á kjötinu. Það ágætt að nutta vel upp úr. Þessi marinering dugir að vera í sólarhring. 2 ennþá betra. Undir plasti í ísskápnum. Já, komið þið sæl. Það verður ekki villtara en þetta. Við erum út í náttúrunni með sauðahangikjöt sem ég ætla að borða hérna hrátt í tilvonandi grænandi rigningu. Svo ég ætla að drífa mig svo maður fá eitthvað í svanginn og maður er orðinn rennandi blautur. En það sem við ætlum að gera, við ætlum að borða hrátt sauðahangikjöt og ég ætla að gera það mjög auðvelt. Ég ætla að tína nokkuð krækiber og sjóða hérna í prímusnum mínum. Það sem við setjum í þetta, setjum hunang, ögnaði hunangi. Svo ætlum við að setja hérna balsamikjöt. Það er alltaf gott að vera með smá sýru á móti sætu. Það passar sérlega vel með krækiberin.
Eins og þið sjáið, þá er komið góð uppskera og vel að krækiberum. Þetta er, sem betur verið ekki lambaspörð, það er svipað á litinn. Þetta eru úrvals krækibör. Ég ætla að henda nokkrum inn í. Til að fá kryddið í réttinn, þá þurfum við að hafa eitthvað ljúffengt. Eitthvað sem minnir á svona garðablóðberg. Svo það er bara best að taka hérna blóðberg. Þetta er náttúrulega eitt besta krydd sem völ er á. Við setjum þetta hérna út í. Ég ætla aðeins bara að karmesera berin í hunanginu og balsamikinu. Á meðan þetta er aðeins að fá að rjúka, þá ætla ég að byrja hérna á hangikjötinu okkar. Þetta er sérvalið sauðahangikjöt sem er búinn að hanga svo það er orðið svona eins og íslensk parmaskinka. Ég ætla að reyna að skera eins þunnt og ég get. Setja á diskinn. Passa aðeins hérna að minnka undir þessi okkur. Ef maður væri eitthvað í sveit, þá væri sniðugt að setja þetta aðeins í frystikistuna og þá væri auðveldara að skera þetta svona hálffrosið. En þetta er bara þolinmæðis vinna hérna í sveitinni. Þetta er bara svona léttu fingramötur núna. Þá verður maður að passa sér svolítið á saltinu. Út af hangikjöt er mjög saltað og reykt. En mér finnst ögn að hafa ögn af salti. Og svo er ég með smá hérna sítrónupipar. Það finnst betra að taka lokið af. Svona. Smá ólífuolía. Og svo erum við hérna með krækiberin okkar. Svo er ég hérna með egg sem ég er búinn að hálfsjóða. Það er alveg klassík með hangikjötið, það er eggið, harðsoðin egg. Og til að toppa þetta, þá ætla ég að tína nokkuð blóðberslauf til að setja yfir til skrauts. Ef fólki finnst að vanta sósu, þá er mjög auðvelt að taka bara smá sýrðan rjóma með sér. Það kjóma líka svona skemmtilegir kontrastar við krækiberin. Þá erum við að vera klári í hráa sauðahangikjötið sem er búinn að þorna á góðum stað svo þetta minnir á íslenska parmaskinku. Við erum hérna með íslenska þema, við erum með eggin, við erum með krækiberin og til að gera þetta aðeins skemmtilegra þá settum við smá hunang og balsamík, smá sýrarjóma og svo er hérna vantaði 2, núna er rétturinn fullkominn. Þetta gerist ekki betra í íslensku fjallaveðri úti í náttúrunni. Sjáumst. Ekki smeyk, ég býð þér